Nú komið að rauða þræðinum með Ásmundi Magnússyni lækni. Með bókina Blóðsáttmálinn eftir Sten Nilsson kennara til hliðsjónar gerir Ásmundur leit að rauða þræði Biblíunnar. Hann tekur okkur inn í fortíð Ísraelsmanna og rannsakar hefði þeirra og fórnarathafnir. Hér er umsjónarmaður þáttarins, Ásmundur Magnússon. Komið sæl. Forréttindi nýja sáttmálans heitir næsti kafli sem við lesum. Við höfum rannsakað blóðsáttmálana í Gamla og Nýja testamentinu. Við höfum séð hvað er líkt og ólíkt í þessum sáttmálum. Við sáum að Guð hafði frumkvæði að því að gera blóðsáttmála við fólkið eftir að það hafði fallið í synd og glatað samfélaginu við hann. Guð yfirgaf það ekki. Hann ákvað að vinna það tilbaka og þess vegna gerði hann heit sáttmála sem var innsiglaður með blóði. Sjá 1. Mósebók, 3. kafla og 15. vers. Þetta loforði efndi hann í fyllingu tímans og núna eru Guð og maðurinn í nýjum sáttmála innsigluðum í dýrmætu blóði Jesú í hinu allra helgast á himnum. Sjá Hebreabréfið 9, 11-12 vers. Og að auki er hann innsiglaður með hinum heilaga anda í hjörtum okkar. 2. Korintharbréf 1:21-22. Við höfum verið keypt. Við erum ekki lengur okkar eigin, við tilheyrum Guði og Guð játast okkur, bæði sem Guð og Faðir. Biblían segir að við séum einn andi með drottni sem hlýtur að þýða að eigið eðli Guðs, veruleiki Guðs, hafi sameinast lífi okkar. Og þarna vitnar Sten í 1. Korintharbréf 7. kafla og 17. vers og 12. kafla og 13. vers. Hann er í okkur og við í honum. Jesús spáði að sá dagur myndi koma að við myndum skilja að ég er í föður mínum og þér í mér og ég í yður, eins og Jesús segir í Jóhannes 14:20. Það sem 7 arma ljósastikan táknaði og boðaði var orðið að veruleika. Mig mun ekkert bresta. Það ætti að duga að staðhafa þetta til þess að við hættum að óróa okkur yfir hlutunum og óttast skort. Hver mun gera oss viðskila við kærleika Krists, mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð, segir Páll í Rómarbréfinu 8:35. Úr því spámaðurinn Elía í Gamla sáttmálanum gat í umboði drottins sagt við fátæku ekkjuna, mjölskjólan skal eigi tóm verða og viðsmjörið eða oljuna í krúsinni ekki þrjóta. Úr því sálmaskáldið gat játað með vissu, mig mun ekkert bresta, hann býr mér borð. Þá skiljum við þetta stórkostlega í boðskap Nýja testamentisins til fólks nýja sáttmálans. Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss alla. Hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Rómarbréf 8, vers 32. Nýja testamentið opinberar fyrir okkur hvað nýji sáttmálinn í raun er. Það segir okkur að allt sem Guð á tilheyri okkur því hann fyllir allt í öllu til að við náum að fyllast allir í Guðs fyllingu. Þar er vitnað í Pál í Efesubréfinu 1:23 og 3:19. Við könnumst við þessi vers, en er það ekki svo að nú þegar við höfum öðlast meiri þekkingu á blóðsáttmálanum, þá höfum við einnig öðlast meira ljós yfir gamalkunn vers. Við förum að sjá hvernig rauði þráðurinn bindur biblíuorðin saman, svo við uppgötum hvílík forréttindi felast í blóðsáttmálanum. Við skiljum að Guð hefur gefið okkur Nýja testamentið sem handbók. Í þessari handbók getum við gert uppgötvanir lífið með Guði. Þeimun ákafar sem við rannsökum sáttmálsbókina, því meir uppgötum við af hvers konar andlegri blessun í himinhæðum, Efesubréf 1 og 3. Mikilvægast er að við uppgötum hvaða hagnýta þýðingu samband okkar við Guð í nýja sáttmálanum hefur. Hann er ekki bara Guð einhver staður út í himingeimnum eða á himni langt í burtu, hann er ekki lengur bara Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs. Samkvæmt orðum Jesú til Maríu er hann Guð minn og Guð yðar, Faðir minn og Faðir yðar. Guð gaf okkur einfaldlega allt þegar hann gaf okkur Jesú. Jesús var krossfestur fyrir 2000 árum, þann dag gaf Guð okkur allt með honum. Guð gaf okkur allar andlegar blessanir himinsins, allar blessanir á sviði huga og sálar og allar líkamlega blessanir, já, hann hélt engu eftir frá þeim sem hafa samþykkt nýja sáttmálan við hann í syninum Jesú Kristi. Sjálfur andinn vitnar með vorum anda að við erum Guðs börn,
en ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar og það erfingjar Guðs sem samar var Krists, Rómarbréf 8, vers 16 og 17. Þetta getur ekki þýtt neitt annað en það sem orðin gefa til kynna. Ef ég er Guðs barn vegna endurfæðingarinnar, þá deili ég arfinu með Jesú, öllu því sem er hjá Guði, svo mikið felst í blóðsáttmálanum með Guð fyrir fulltingi Krists. Páll gerði sér þetta veljós. Hann tjáði sig því heillandi djarflega fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Rómarbréf 8:37. Félagi okkar í sáttmálanum gefur okkur sigur yfir óvinum okkar. Samkvæmt sáttmálanum á hann að gera það, þess vegna getum við verið heillandi djörf. Félagi okkar er ekki sá sem tapar, því að ef Guð er með oss, hver getur þá verið á móti oss? Sá sem er meðvitaður innihald blóðsáttmála segir, þar sem Guð stendur með okkur, eru mín vandamál Guðs vandamál. Hann er skjól mitt, hann hefur sagt, ég er skjöldur þinn. Þannig skildi Abraham sjálfsagt orðin frá drottni þegar hann heyrði þetta ávarp. Skipst á skikkjum. Við höfum áður getið þess að þegar menn skáru með sér sáttmála skiptust þeir á skikkjum. Í nýja sáttmálanum höfum við einnig samsvarandi skipti á skikkjum, nefnilega það sem nefndir í 2. Korinthubréfi 5, vers 21. Þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna. Guð tók synd okkar, aleigu okkar og lagði hann á Jesú. Jesú samþykti þessa óhreinu skikkju og gaf okkur í staðinn sína skikkju, réttlæti frá Guði. Hvílík skipti. Hann tók endalausa skuld okkar og gaf okkur réttlæti sitt. Vegna blóðsáttmálans er það skylda Guðs að taka á sig það sem skikkja okkar táknar, skuld okkar, synd okkar, öll vandamál okkar og þarfir. Kross Jesú, prédikar þetta. Í staðinn höfum við öðlast skikkju Guðs, réttlæti frá Guði í Kristi. Hugleitu þessi skipti. Þú þarft ekki að óttast að réttlæti frá Guði hafi verið skorið niður eða það sé annars flokks. Sérhver góð gjöf og sérhver fullkomin gáfa er ofan að og kemur niður frá föður ljósanna. Hjá honum er engin umbreyting né skuggar sem koma og fara, segir Jakob í sínu bréfi í 1. kafla og 17. versi. Þetta þýðir að staða þín gagnvart Guði verður fullkomlega rétt. Þess vegna getur þú nálgast hann með gleði og djörfung og andiðinn hrópar Abba, faðir. Barn sem kemur á móti föður sínu með útbreytan faðminn og hrópar pappi, pappi, hefur enga minnimáttakennd eða sektakennd. Íklætur skikkju hans og með lofgjörðarfórn á vörum getur þú komið fram fyrir föðurinn með sama rétti og Jesú, þú ert jú samar við hans. Ef við komum á þennan hátt til okkar himneska föður, með vandamál okkar og sorgir, þá gleðst hann yfir trausti okkar eins og góður jarneskur faðir gerir þegar barn hans sýnir honum traust. Með Guð sem félaga í sáttmálanum skiljum við orð Jesú bænin á réttan hátt. Sannlega, sannlega segi yður, hvað sem þér biðjið föðurinn í mínu nafni mun hann veita yður. Hingað til hafið þér einskis beðið í mínu nafni, biðjið og þér munuð aðlast, svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Þetta er í Jóhannes 16. kafla, 23-24. Vegna þess að Jesús hefur gert sáttmála við föðurinn fyrir okkar hönd getum við komið til föðurins í Jesú nafni með krefjandi bænir okkar. Innan gæsalappa, krefjandi. Jesús fullvissar okkur að það sem við byggjum föðurinn í hans nafni munum við öðlast, einmitt vegna þess að Jesús er ábyrgðarmaður hins nýja sáttmála. Þegar við komum í hans nafni gerum við tilkall til hlunninda sem felast í sáttmálanum. Nafnið Jesús er sáttmálsnafn okkar. Samningurinn er skrifaður í hans nafni og Jesús hefur gefið okkur nafnið sitt sem löglegt umboð. Hann segir að við eigum að nota nafn hans allstaðar og alltaf þegar við gerum grein fyrir óskum okkar frammi fyrir föðurnum. Stundum heyrum við fólk tala sterkt nafn. Viðkomandi nafn býr yfir vissu valdi við sumar aðstæður. Við eigum nafnið sem er öllum öðrum nöfnum sterkara, nafnið sem hefur vald undir öllum kringumstæðum hér á jörðu og vald frammi fyrir hásæti Guðs. Vegna þess að við erum í sáttmála með Guði, vill hann að gleði okkar verði fullkomin til vegsemdar dýrð hans. Ef þú sem heyrir þetta átt ekki þessa gleði, biddu þá Guð að hjálpa þér inn í stöðu sem er vegsemd hans til dýrðar og sjálfum þér til gleði.
Jesús hefur lofað að gefa okkur það sem við byggjum í sáttmálsnafninu, Jesús, til að gleði okkar verði fullkomin. Og þá ljúkum við lestrinum í dag. Þakka ykkur fyrir áheyrnina. Ásmundur Magnússon læknir stjórnaði þættinum Rauði þráðurinn. Bókin Blóðsáttmálinn er skrifið af Sten Nilsson kennara við Biblíuskólan Livets Ord í Svíþjóð. Fylgstu með aftur í næstu viku en þá tekur Ásmundur upp Rauða þráðinn þar sem frá var horfið.